Góðan dag. Ég held ég sé á Facebook, ég veit það ekki. Ég aldrei með þetta á hreinu. Því hafðfræðingarnir eru svo lengi að læra og jú, ég sé mig hérna á Facebook. Það er allt á hendina. Ef við erum í beinni útsendingu og tekið nuglerun, þá glampar ekki eins mikið á þau. Við erum eitthvað að spekulera og að spá eins og við erum vön hérna, hafðfræðingarnir, gaflararnir engum og sérlagi. Þeir eru rosalegir spekulærarar og spáarar, segir maður alltaf ekki svona. En við erum það nú öll, við erum alltaf að velta einhverju fyrir okkur og það er nú bara vegna þess að við erum vitsmuna verur. Og með þessum ósköpum fætt að svona vera að spá og spekulera í hlutum og gerum þetta svolítið svona misjafnlega. Það fyrir eftir því bara upplægi og eðli og líka reynslu. Megum ekki gleyma henni, hún spilar þarna rosalega stórt hlutverk. Því öll, meira og minna, erum við að tala af reynslu okkar. Ég get talað sjómennsku, 50 ára gamla eða 40 eða hvað þetta er. Af því ég þekki hana mjög vel, eða sko þekki þann tíma mjög vel. Ég hef ekki komið á sjó í áratugi og sakna ekki þess að hafa verið þarna einu sinni, en reynslan er góð og ég er stundum að rifja hana upp svona að því mér bara finnst það skemmtilegt sjálf. Maður er náttúrulega búin að gera ýmislegt og sýsla við ýmislegt, en mest hef ég staldrað við sjóinn hvað svona að tala eitthvað af þessum störfum sem ég unnið. Akkur sjóinn, kannski vegna þess að maður byrjaði þar. Maður fór með eftirvæntingu til sjósins og var alinn upp á sjómannaheimili, má segja, og sem strákur og krakki hugleiti maður eiginlega ekkert annað nema það að gera þetta. Og ég man alltaf eftir því, ég hætti í skóla 14 vetra vorið og á 15 ári og menn höfum stuð að segja við mig að eftir þessu ætti ég eftir að sjá alla mín ævi. Ég er í dag 72 ára og hef ekki séð eftir því þann dag í dag, en eins og ég segi þá er lengi von á einum. Maður veit aldrei. En ég reikna nú ekki með, ég reikna nú með því að maður sé sloppinn. Mín lenska hefur nú verið svo að bara láta hvern dag nægja hvað þetta varðar og maður er að sýsla við þetta í dag og svo er maður að sýsla við annað á morgun þess vegna, kannski svipað en kannski örugglega ekkert nákvæmlega það sama því að það er alltaf svoleiðis nýtt á hverjum degi. Og svo gæti maður tekið upp á einhverju allt öðru á morgun sem að maður er ekkert að huglega í dag. Maður gæti meira að segja dottið að á morgun að panta sig fara til útlanda. En það er ekkert inn í myndin eins og ég segi, maður veit aldrei. Það sem yfirleitt það sem maður hefur gert, kannski ekki viturlegt, en yfirleitt sem maður hefur gert er bara eiginlega skyndu upp þetta. Svo maður hrindir í framkvæmd og gengur frá til enda. Og það gæti alveg verið utanaðsferð. Þess vegna. Ég fór til Englands 2018 og þetta var flott að líða, mörg ár maður. Og ég hefði mjög gaman að henni. Var 3 vikur í Bretlandi, í Liverpool, í Víllaborginni sjálfri. Og það rammaði það nú göturnar og fór inn á þessi söfn sem að tengjast bítlunum og sá að bítlarnir eru mjög stórt númer hérna í Bretlandi enn þetta í dag og fólk er að koma þangað í stríðum straumum og það er smávegis útgerð í kringu þetta sem býður nokkuð í fjölda manns atvinnu. Þannig að þeir eru ennþá virkir
þó bítlarnir séu löngu hættir og hálföld síðan þeir hættu. En þeir urðu svo svakalega stórir, minn kæri, að menn bara muna eftir því eins og gerst hafi í gær. Ég ekkert einn þetta að muna vel eftir Bítlunum. En kannski hafi ekki allir og örugglega ekki allir hafa komið til Bítlaborgarinnar og þrammaði þessi stræti sem að Bítlarnir gengu en ég gerði það. Fórum bara þarna til þess að þramma þessi stræti. Maður auðvitað skoðaði ekkert allt sem þeir gerðu og voru ekki til allara staða sem þeir voru svona kenndir við en nokkra samt. Ég labbaði Penny Lane strætið manni og það var bara, ég fór þangað gaggjart til þess að labba það. Þetta ekkert rosalega mikið stræti, frekar mjótt og rólegtar að litast, en samt Penny Lane. Og þú manst nú þetta Penny Lane laginu, ekki? Og kanta utan að meira segja ennþá. Allt vegna þess að hversu rosalega stórt þetta nafn var, Bítlarnir. Að líklega hefur ekkert annað nafn slegið þessu nafni við að þessu leyti. Margar af þessum hljómsveitum sem voru uppi þá, menn tengdu þær meira og minna allar við Bítlana. Og kannski vegna þess að nafnið Bítlarnir var yfir þessu öllu, að þá munum við eftir þessum hljómsveitum kannski betur en ella. Og mikið af þessum hljómsveitum urðu gríðarlega vinsalar og þessi músík, Bítlamúsík svokölluð, sem fullorðnir menn þá reistu hausinn yfir og skildu þetta ekki. Þetta svo klassíska músík sem hefur verið spiluð síðan í raun og veru. Og kannski þetta byggir náttúrulega allt meira og minna á svona ákveðinni svona tóntegund og hún var þá líka, en það svona útfærslurnar eru misjöfnar. Presley útfærslan var svona sérstök og allir vildu á þeim tíma vera eins og Presley. Ég held að Bítlarnir hafi verið þar, vilja vera eins og Presley til að byrja með. En þeir voru ekki Presley. Hann var annar einstaklingur og þeir glömruðu gítarana og sungu sinni röddu. Og til var þessi ágæti Bítla hljómur sem við þekkjum. Þetta var ákveðið sound sem ómaði og hljómaði í eyrum okkar, þetta Bítla sound. Ekki get ég útskýrt fyrir þig hvernig það hljómaði, en þú voru bara að setja eina Bítlaplötu á og þá veistu það. Og þessar hljómsveitir, ég man alltaf eftir því, þetta orðið miklu meiri svona í dag grautur. Grautur að því leyti til að þú heyri lög, ég reyndar að hlusta orðið mjög lítið á lög, en þú heyri lög og þú ert í vandræðum með hverjir eru þetta. Þú veist ekki fyrir hérna bandið kynnt eða söngarinn og þá kveikir á perunni að það þessi. En þannig var þetta ekki á þessum árum því að einhverja hluta vegna, hvernig sem áður stóð, þá voru þessar hljómsveitir með sérkenni. Þú vissir þegar Animals voru að spila. Þú vissir auðvitað þegar Bítlarnir voru að spila. Og þú þekktir auðvitað Rolling Stones og öll þessi bönd voru með sinn takt. Þú þekktir Dave Clark 5 vegna þess að þessi bönd voru með takta og svona bjuggu sér til einkenni. Ég held að það sé svolítið búið í dag. Kannski er það vegna þess, nú tala ég bara að hugsa ég upp á, að þessi er orðið of mikið stjórnað af einhverjum mönnum sem er að hugsa þetta sem svona, að græða á því. Þetta fóru allir af stað með það markmið að allavega geta lifað af þessu. Enginn held ég hafa nú farið út í plötuútgáfu nema til þess að selja plötuna og heyrða ágóðan af plötunni, þó að kannski enginn hafi reiknað með því að vera mill og billi, en margir eru það. Þeir vissi ekki að vera svona talsumir á þessum mönnum. Það var talað
allt þetta nýríka unga fólk, og þá voru verið að tala þessa hljómsveitar meðlimi sem á einni nóttu bara vissi ekki auðra sinna tal, og það var bara sannleikurinn, því að sá tíðarandi var uppi að þetta var mögulegt. Ég veit ekki hvort að þessi tíðarandi upp í dag, en einhvern veginn á þessum tíma, milli 60 og 70, og kannski fram yfir 70 eitthvað, segi ég að var tími svolítið þessara hljómsveita. Þess að ég var að segja, voru uppi Bítlarnir og Rollingarnir og Animals og allt þetta, og fullt af öðrum hljómsveitum sem að voru að gera bara mjög gott, og fullt af þessum hljómsveitum voru að selja plötur í ekki bílförmum, heldur skipsförmum eins og sagt var, sem segir okkur að margt af þessu fólki var bara mjög auðugt. Ég ekkert að segja að mæra það neitið, en mér alveg sem auð, en maður geta alveg svo fagna yfir því að menn hafa góðan ágóða því sem þeir að gera. En auður svona afstætt hugtak og skiptir málið þetta, en ekkert öllu máli. Því að þetta snýst nú líka persónuna þig, að þú sért bara glöð manneskja, og þú þarft held ég ekkert mikið auð til þess að vera glöð manneskja. Það held ég ekki. En hann skiptir máli, það er engin spurning það maður sem að ekki á aurinn, hann er bara seltur. Hver vill selta? Þannig allt hangir þetta sömu spýtu, allt þetta þarna til þess að ég og þú getum notað það, og sömu notað það, og sömu stíga út á þetta og gera meira í því, og svo verður þau vel auðir menn. Það er ekkert fyrirhafnulaust, og það ræður heppnin meira flestu öðru, og á þeim tíma sem að til og með Bítlarnir eru orðin þetta nafn, þá vildi nátt allir vera eins og Bítlarnir, og margir urðu sterk efnaðir að því að plötusölunni, einhverjum og sérlegi. Þeir sungun á plötur og svo seldust plöturnar í bílförmum hjá mörgum af þessum hljómsveitum, ekki bara einhver einni, heldur mörgum af þessum hljómsveitum. Þess að ég er talað þá, tölum við náttúrulega Bítlar, við tölum Dave Clark 5, þeir voru mjög vinsalur tíma, og Monkeys og hvað þetta allt heitir. Þetta gaf vel í aðra hönd. En þannig erum við kannski komnir út í aðra sálma og hefur ekkert með ánægju vogina að gera. Þú getur verið húllindastur allara manna í veröldinu þó þeir sanda seðlum. Það fer bara eftir því hvernig maðurinn er og hvernig upplag hann hefur. Og það geta allir verið glaðir, en þau þurfa þá að byggja það upp í sér. Og þá kemur nú trúinu aldeilis til skjallana maður. Hver byggir gleðin upp betur í okkur en trúin? Ég veit ekki maður að betri leið. Hún hefur gagnast mér best allra annara leiða sem að ég þekki, og hef ég nú svo sem reynt margt, og ef maður þarf stundum að berjast við þetta að hún sé þarna á sínum stað, en allavega hefur maður þessa leið og einhvern veginn þá ítir trúin alltaf við manni og hann hleypur til hennar. Hún sér bara að koma með henni aftur í einhvern góðan gír sem manni, allavega líður í gilli. Svo bara tens maður ekki við þetta ástand, en manni yfirleitt líður bara vel. Það er ekkert allir sem geta sagt þetta. Þess að það er ekkert allir sem eiga þessa trú sem ég og þú kannski eigum. Ég á og kannski þú líka. Og þess vegna erum við, tala Jesú, tala trúna, segja frá því hvernig hún hefur reynst okkur. Ég segi fyrir mig, hún hefur reynst mér vel og ekkert betra henni. Ef ég verið að boða hana, ég allan að boða hana núna. Ætti ég vera duglegri við það? Ég veit það ekki. Ég allan að boða hana núna. Vistu það, ég velti svona spurningum ekkert fyrir mig. Ef maður fyrir að velta þessu fyrir sér, þá er þetta bara ágætisleið til þess að þetta liði í ykkur þunglindi. Já, þú veist alveg það og jafnvel ég að við getum alltaf gert meira. Alltaf hægt að gera meira. Og svo eru náttúrulega einir mann að íta á mann að gera meira.
sumir, það er reyndar ekki gert um mig, en sumir kannski ekki að þannig, en það er alltaf að íta á þá, reyna að koma á stað þessu köllum, en fer svo ekki að stað sjálfur, það er hann mál. Við erum horfið svo oft á hina, við erum ekki að horfa neitt á sjálf okkur. Við sitjum bara í okkar hæginda stól og viljum að það reyfi sig. Svona maðurinn, hann er svolítið eigingjarn. En hann er náttúrulega þarna og getur gert margt gott og gerir margt gott og veit alveg ógeðslega mikið. Kannski veit hann ekki neitt, en segist allavega hann að veit alveg ógeðslega mikið. En sá sem þekkir Jesú, veit hann ekki bara allt? Jú, hann veit allt. Hann veit meira að segja hvað tekur við þegar hann kveður þetta líf. Veit að þrátt fyrir dauðan deyr hann ekki. Þetta er nú góð frétt. Og þetta er fréttin sem að trúin vill gefa þér. Trúin á Krist vill gefa þér. Ég man alltaf eftir því þá, og eitt af því fyrsta sem að ég uppgötaði sem trúaður maður, að maður vill aldrei deyja. Nú lústu. En þá sá maður líka og komst að raunum það að maður er meira heldur en líkaminn. Það er andi og andinn er eilífur. Það er maður og svo er maður andi líka. Og andinn eilífur og einhver sagði að það væri hinn raunverulegi þú, andiðinn. Og ég tók við þessum boðskap og mér fannst hann góður. Það er svona góð útskýring á því hvernig þetta er. En auðvitað ræður hver sinni för og hvað hann gerir og hvað hann segir og hvernig hann umgengst og hvað hann les og allt saman það. En við sem að trúum á Jesú og Jesús gerum margt. Maður bara er að sýsla við það sem maður eru alltaf sýslað. En trúin bættist við það og lagðist ofan á það orð Guðs sem að maður stúderar á hverjum degi og búin að gera það allar götur sem að eignaðist trú 1989 haustið. Var alltaf að rokka með þessa trú hvernig hún byrjaði, maður er svo gleyminn. Maður segir 79 og manni getur ég að hafa sagt 79 og leiðir eftir það ekki, en ég frelsaðist 89. Þannig að þegar maður komið þennan aldur þá var sjálfgefið afsaka að maður sé afsakaður hafður. Þannig að þú ert ekki óttast að eldast. En það er náttúrulega fylgir því ýmislegt og meðan þú ert heilsjörust manneskja eins og ég nú slátað að þinga til þá er þetta ekkert mál að eldast maður, ekki neitt. Það vísu kemur að því líklega, ég held að komist hjá öllum og þú verður aðeins og gleyminn. Hvað með það? Þú var alltaf verið gleyminn hvort þið er. En munurinn svo nú og var að þú kannski ert aðeins meira gleyminn. Þannig að það er nú ekki svona sem að maður getur svona kannski státað af, ég veit það ekki. Hvað það maður hérna? Ég er ennþá með hann að fallega síma sem ég er að tala í. Mist hann í gólfið á þann. Hann hringdi, ég veit ekki hvað með Brásson, hann hringdi maður og ég mist hann í gólfið. En þetta er vel varið, bak og brjóst, með gúmmíhulstur utanum, þannig að hann skattaðist ekki neitt. En ég hef nú mist síma þannig að hann bara fór í smál. En ég er með þennan gúmmíkladdan á bak og brjóst eða ekki á framliðin heldur á öllum öðrum liðum og þetta hefur alveg bara fína varðmaður. Þannig að þetta ég er alltaf, ég mista hann á þann, en maður hefur nokkur sem mista hann, en hann er alveg stríheilmaður. Ekki risp og gler einu sinni. En yfirleitt þá fer maður nú vel með þessa hluti sín og á þá lengi, en allt slitnar þetta á endanum og hérna, já þetta er síminn í dag, en nú bara er maður við í vasa eða í hendi. Er ekki þessi snúningssímar, er það ekki farið? Er ykkur með það ennþá? Borðsímar, já, er hún kannski ennþá, en ég held að all flestir séu bara með farsíma. Nú, þó þeir eigi gamla skífusíman, eða þessa takkasíma, hvað þetta var, þá held ég sé nú líka með farsímans, eða snjallsíman sinn.
Það var hægt að ná í því maður. Þú veist hvernig þetta er, menn verður ekki að ná í því hvenær sem þið dettur það í hug sjálfum. Þú getur náð í alla á öllum tímum, hvar sem þeir eru. Og þannig að þetta er ekkert orðið neitt vanda og það er svo sem ágætt. Þá maður þarf að hringi eitthvað og nær maður í hann. En hérna með skífusímon og þá var það undir hægilegt hvort að vinurinn væri heima eða ekki. Og væri hann vinnandi maður og því náttúrulega ekkert að hringi í hann á vinnutíma, en eftir að hann kom heim þá gat maður átt von á því að hitta hann. En þannig er ekki í dag. Ég veit ekki hvernig atvinnureikandi taka þetta, menn eru keptandi síman kannski í lónatón á með þeir eiga að vera að vinna, það lítur að vera þannig. Því að þú ert í vinnunni og það er þetta hringi í því og þú tekur spjallið og það er ekki bara hæg og bless, stundu getur þetta verið eitthvað svakalegt langlóku samtal. Ég veit ekki hvort að atvinnureikandinn fylgist með þessu og fara nú að horfa svona einkennilega á mann ef maður er að kjafta stór kjaft stór talanda. Ég veit ekki hvernig menn gera þetta, en ég veit að bara við erum með þess að síma á okkur og það er að ná í mann hvað sem er. Ég var þarna, annars þetta er orðið áratuga gamalt, en fyrir 2000, þá var þetta nú kannski eitthvað byrjað en ekki líkingu við það sem varð síðan. Á einu heimil kannski 6 manns og 6 símar þá, menn með hver sinn síma í vassanum. En þetta er víst nútíminn. Hver berst við nútímann? Og akkur ætti einhver að vilja berjast við nútímann, ég svaraði með því. Hann er bara þessi. Og við erum í þetta nútíma. Hvort sem okkur líkar það betur að verð. Sumir, ég veit ekki hvort ég reynda þekki nú enga þannig, það er sagt allavega að síðan, en þetta inn í tímana sína sem var. Ég tala oft tímana sem var, en ekkert alveg með tárun í augunum af söknuði. Það er þá bara vegna þess að ég gaman að ég rífi upp söguna, ég er svolítið þar. En mér finnst bara ágætt í dag. Fínt í dag, ég hef alltaf bara verið í dag. En alltaf sagan er að baki og maður er kannski á þeim stað að maður hefur gaman að ég rífi þetta upp. Og alltaf fer maður þangað. Og tekur oft bara sína eigin reynslu inn því að maður alltaf var á þeim tíma uppi og hefur frá mörg að segja í sjálfu sig ef maður nennir því. Og það getur verið alveg mikill sannleikur eins og bara ef maður er heiðarlegur þá bara segir hann sannleikan og segir hann eins og þetta var. Og ekkert meira og heldur ekkert minna og getur það alveg. Þannig að allt er þetta í bestu málum og allt er þetta alveg svakalega skemmtilega. Og er ekki ágætt feðurlega svolítið. Og ég veit ekki, kíkja á eftir hvað ég nenni því. Annars held ég sé nú ekkert að fara í dag, ég held nú ekki sko. Það er ekki samkoma að vera sunnudaginn. Ég fór í gæði kirkjuna alltaf á stund og þá myndi ég eftir því, nei það er engin stund. Ég fór bara heim aftur. Það er svona að vera að gleyma maður. Ég er afsakaður, ég er 72 ára gamall, þannig að það er bara eðlilegt að kalla á þessum aldrei gleymi. En ég er orðið svolítið gleymin. Og það er bara segin saga, allt í hennu bara er maður að fara að gera eitthvað sem annar er maður ekki hvað maður ætlaði að gera. Ég var til dæmis að leita einu sem ég reyndar færði og það á kallar á mínum aldrei að gera. Ég er ekki eftir búin að muna hvert í ósköpun ég færði það. Leitaði dauða, leiti gær, ég man eftir ég færði það. Það er horfið. Svo þetta er einhver tíma þá, já, það er þarna og þá manni ég hvað ég setti það. Þannig að þú sem ert orðinn 72 ára gamall eins og ég skal ekkert vera að færa neitt hjá það. Leiði því bara að vera það sem það er. Því að það er mjög líklegt að þú vinnir við ekki ef þú ætlar að fara að asnast við þess að hreyfa eitthvað við því. Því að það er alveg stórhættulegt.
það tröllum gefið fyrir mér allavega það sem ég ætla að nota og það nú ekkert léttvægt, tannkrema, það nú aldeilis hérna stórt og fallegt. Þannig að það þarf að geta fundið það til að nota það. Þannig ég ekki ennþá búinn að finna það, en ég reyndar búinn að fá tannkrem, en þá komið það annar leið. Það má nefnilega kaupa þetta aftur. En þegar eins og því ennþá eldri þá svolítið rekst ég á það eitthvað staðar í einhverju hillu en ætli ég noti að þá, þetta endist nú ekki, geymist nú ekki áratugi. Æja, krakkar, út náttúrulega alveg hundluður á þessum, mennur ekki hlust á þetta maður, en hann getur nú samt þetta, það er eitthvað við þetta maður. En hérna, ég kvaddi nú alltaf 3 svar, en ég nú eiginlega hættur að kveðja. Þannig að við segjum þetta bara gott í dag. Og höfum að snúa okkur að einhver alvöru verkefni, svona þvælum maður. Þetta finnst okkur bara að vera þvæla.